Góðan dag, kæra sveitarstjórn og áhorfendur og starfsmenn. Ég býð ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 261 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvarð Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir og sú sem hér stendur Guðveig Eyglóadóttir. Starfsmaður fundarins er Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Það eru 20 liðir á dagskrá hjá okkur í dag og þar af 14 afgreiðsluliðir og 6 fundargerðir. Skýrsla sveitarstjóra verður ekki flutt í dag þar sem að sveitarstjórinn er í leyfi. En okkur er ekkert að vanbúnaði að ganga til dagskrá og fyrsti liður á dagskrá í dag ber heitið Sorpútboð 2024 með málsnúmeri 2406-059 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 695 og þar segir í bókun: Í samræmi við afgreiðslu byggðarráðs frá fundi nr. 694 farið yfir áframhaldandi vinnu við yfirferð á innsendum tilboðum. Birgir Örn Birgisson, framkvæmdastjóri Consensa, sem er ráðgjafi sveitarfélagsins, kemur til fundarins undir þessum lið í gegnum fjarfundabúnað. Mati á tilboðum er lokið í samræmi við afgreiðslu frá fundi byggðarráðs nr. 694 og niðurstaða matsins er að vísa skuli tilboði Terra hf. Frá innkaupaferlinu þar sem það uppfyllir ekki skilmála útboðslýsingar og byggðarráð felur sveitarstjóra að tilkynna Terra ákvörðun að vísa tilboði þeirra frá innkaupaferlinu. Byggðarráð felur sveitarstjóra jafnframt að tilkynna bjóðendum ákvörðun val tilboðs Íslenska gámafélagsins ehf. Sem var með hagkvæmasta tilboði samkvæmt valforsendum útboðslýsingar. Og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir að vísa skuli tilboði Terra hf. Frá innkaupaferlinu þar sem það uppfyllir ekki skilmála útboðslýsingar. Einnig að taka skuli tilboði Íslenska gámafélagsins ehf. Sem var með hagkvæmasta tilboði samkvæmt valforsendum útboðslýsingar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 2 sem heitir Brákarey skipulagsmál með málsnúmeri 2412-005 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 695. Þar var lögð fram tilboð í gerð skipulagsvinnu fyrir Brákarey en bæði er þar að ræða breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar og vinnu við nýtt deiliskipulag. Drífa Gústafsdóttir skipulagsfulltrúi kom til fundarins undir þessum lið. Byggðarráð leggur til að teknu tilliti til heildarupphæðar, tímafjölda og kostnaðar sem liggja að baki umfangs og óvissu umfang við skipulagsvinnu að gengi verði að tilboði landmótunar í skipulagsvinnu fyrir Brákarey. Byggðarráð felur sveitarstjóra að ganga til samninga við ofangreindra skipulagsráðgjafa. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengi verði að tilboði landmótunar SF kennitala 5612042760 í skipulagsvinnu fyrir Brákarey og felur sveitarstjóra að ganga til samninga við skipulagsráðgjafa. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja dagskrárlið hérna í dag sem ber heitið Útboð á skólaakstri 2022 með málsnúmeri 2201-118 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 696. Fræðslunefnd gerir það að tillögu sinni að framlengja samninga 1 ár og vísa málinu til byggðarráðs og það var samþykkt samhljóða. Og byggðarráð samþykkir tillögu fræðslunefndar að framlengja samningu skólaakstur í Borgarbyggð 1 ár og vísa til fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn. Byggðarráð leggur til að hafinn verði undirbúningur útboðs og skólaakstri sem fer fram vorið 2026. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir samkvæmt tillögu fræðslunefndar að framlengja samningum skólaakstur í 1 ár samkvæmt ákvæði 1,62 í samningi sem gerður var á milli aðila á grundvelli útboðsgagna dagsettur 27. apríl 2022. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
4. dagskrárliður ber heitið Brákabraut 25, gamla sláturhúsið, áætlun niðurrið með málsnúmeru 2409-047 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 697, 2409-047, já. Útboðsgögn vegna niðurrifs í Brákarey lögð fram. Byggðarráð samþykkir framkomin útboðsgögn vegna niðurrifs í Brákarey en áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram, samþykktu með 2 atkvæðum, 1 situr hjá og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég nú svo byrja á því að segja að ég hef lengi fylgst með Brákarey þar sem ég hef búið hérna í 25 ára eða svo, eins og leigubílstjórinn sagði. En það að nálgast 20 ár frá því að Borgarbyggð eignaðist sláturhúsið í Brákarey. Og á þeim tíma hafa komið fram ýmsar hugmyndir nýtingu á eyjunni sem fæstar hafa gengið eftir. Stefna sveitarfélagsins hefur sjaldnast legið alveg skýr fyrir, allavega hefur sveitarfélagið ekki ákveðið á neinum tímapunkti að fylgja eftir þeim hugmyndum sem uppi hafa verið á hverjum tíma. Á þessu kjörtímabili hefur verið unnin hugmyndavinna af hálfu Festis. Þessi hugmynd framúrstefnuleg hjá þeim og mun breyta Brákarey í glæsilegan ferðamannastað ef áformin raungerast og geta orðið mikil lyftistöng fyrir sveitarfélagið. Festir héldu kynningafund eitt síðasta ár þar sem hugmynd þeirra var kynnt en síðan þá hefur lítið eða ekkert heyrst að vinna í tengslum við þetta verkefni. Fasteignaeigendur og atvinnurekendur í Brákarey hafa lítið heyrt fyrirætlanir sveitarfélagsins annað en unnið sé eftir hugmyndum Festis. Það að þeirra starfsemi muni víkja en ekkert það með hvaða hætti og á hvaða tímapunkti það mun gerast. Eftir kynningafund Festis og sveitarfélagsins eru þessir aðilar skildir eftir í lausu lofti eins og fram hefur komið í viðtölum við þessa aðila. Þetta óviðunandi staða fyrir þessa aðila sem meirihluti sveitarstjórnar Borgarbyggðar ber ábyrgð á. Fyrir hönd fulltrúa Sjálfstæðisflokksins vil ég leggja fram eftirfarandi spurningar til meirihlutans. Eru þessi áform Festis raunveruleg sem munu raungerast eða eru þetta skýjaborgir byggðar á draumurum? Hvernig standa mál gagnvart Festi og sveitarfélaginu og hver raunveruleg plön meirihlutans verkefnið? Ef þetta eru trúverðug áform, hver þá ástæðan fyrir því að ekki farið að kaupa upp eignir sem hafa komið á sölu undanfarið í Brákarey? Og svo í lokin, hver sýn meirihlutans á Brákareyna til framtíðar? Ég ætla að fá að bóka þetta líka. Takk fyrir það, Sigurður. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla svona að reyna eftir fremsta megni að allavega byrja að svara þeim spurningum sem varpað var fram hérna, en ég ætla jafnframt að byrja á að minna á það að það sem við erum að afgreiða hér að hefja niðurrif á hluta húsnæðis í Brákarey, hluta þess húsnæðis sem í eigu sveitarfélagsins og svo sannarlega komið að niðurlotum, eins og sást svo vel í óveðrinu sem gekk hér yfir daginn. En jafnframt vorum við hér rétt áðan að samþykkja samning deiliskipulagsvinnu fyrir Brákarey og ég ætla að minna á það að sveitarstjórn einróma samþykkti að unnið skyldi deiliskipulag
á grundvelli þess rammaskipulag sem lagt var fram af Festi hér síðastliðið sumar. Og það er sveitarstjórnarfulltrúa Sigurði Guðmundssyni vel kunnugt að við höfum rætt þetta mál fram og tilbaka á hvaða tímapunkti sé rétt að bregðast við gagnvart hinum og þessum málefnum sem að koma upp í eyjunni, en það hefur verið mat lögfræðinga og annarra að upphafið og endurinn skuli vera það að sveitarfélagið vinni deiliskipulag fyrir staðinn og allar ákvarðanir verði byggðar á skipulagi sem að sé lögformlegt og í gildi. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Fyrirgefðu Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel, minn kæri. Já, við höfum verið alveg fylgjandi því að við fylgjum þessu málefni eftir. En það sem ég er svona ýta á í rauninni er og benda á að áformin eru mjög mikil og þau þurfa á einhverjum tímapunkti að við viljum náttúrulega láta þau raungerast. Og hvernig náum við því? Það þarf að halda áfram að vinna með þeim sem að hefur verið unnið með að þessu. Af því að ef við samþykkjum skipulag sem er byggt á skýjaborgum, ef við segjum það bara, ef það raungerist ekki, þá getur það skemmt fyrir mjög mörgu. Þess vegna þarf að, með þessum spurningum er ég í rauninni að brýna ykkur í því að passa upp á að þetta raungerist eða þá að við breytum þá skipulaginu á einhvern annan hátt. Ég veit vel ástand húsana sem er verið að plana að rífa niður. Þau hafa verið til hérna í 50 ár eða meira jafnvel, 60, 70, og þau eru svo sem ekkert að fara hvað sem við förum í að rífa þau akkurat núna eða bíðum aðeins með það. En það er eins og ágætt að fá endalegt verði að rífa það og þá er þetta að taka ákvörðun það. En ég óska hins vegar eftir að þið svarið svona seinna þessum spurningum. Takk fyrir það, Sigurður. Ég ætla bara svona að taka með það bara besta leyfi að svara þér svona lauslega að bara skilaboðin í rauninni þessi að það er bara vilji sveitarstjórnar eða að minnsta kosti meirihlutann til þess að vinna máli áfram á þeim ramma sem hefur verið unnið hingað til og það er markmiðið að vinna þetta eins og það hefur verið lagt upp með okkur, það er að segja skipulagið, og það verður að segjast að skilaboðin til þeirra sem eru með nú þegar með starfsemi út í Brákarey eru kannski skýrari en þau hafa nokkuð tíma verið. Það er að segja, það sjá og það vita það allir núna að hvers konar skipulagið er að vinna, þannig að framtíðin ætti að liggja svona fyrir íbúðum af þeim sem eru hvernig starfsemin mun vera þarna í framtíðinni, og við erum náttúrulega eins og sveitarstjórnarfulltrúi þekkir þegar farin að úthluta aðilum sem eru þegar með starfsemi í Brákarey lóðum upp á Vallarási samkvæmt ákveðnum skilmálum sem að tengjast þessu ferli meðal annars. En það verður bara að segja með þetta eins og allt annað sem að snýra skipulagsmálum og svona að þetta tekur bara leiðir mér að segja alltaf helviti langan tíma, allt sem tengist skipulagsmálum, og maður vildi óska sér stundum að það taki styttri tíma, en við þurfum bara að draga eins andan með það og
með að það ferli farið svolítið í gegn, varðandi uppkaup á eignum þarna, að þá bara get ég sagt það frá mínum bæjarstýrisjóði að ég alveg opin fyrir slíku samtali. Ég hef reyndar ekki séð nema eina eign auglýst þarna til sölu sjálf hingað til, en skilaboðurinn þessi, framtíðar áformin eru þau sömu og það hafa verið, og að sjálfsögðu vonum við það að þetta sé raunveruleiki en ekki skýjaborgur eins og sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður nefndi. En orðið ennþá laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur við eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfesti framkomin útboðsgögn niðurrifs í Brákari en áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það einhver sem kann að vera á móti. Það samþykkt með 8 atkvæðum og 1 sveitarstjórnarfulltrúi á móti. Þá erum við komin að 5. dagskrárlið sem ber heitið Húsnæðisáætlun Borgarbyggðar 2025 með málsnúmeru 2411-044 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 697. Húsnæðisáætlun fyrir Borgarbyggð árin 2025 lögð fram og byggðarráð samþykki fyrir sitt leyti húsnæðisáætlun Borgarbyggðar fyrir 2025 og vísa til sveitarstjórnar til fullnaðar afgreiðslu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og til upplýsinga þá það þannig að húsnæðisáætlun okkur ber að uppfæra hana árlega. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá biður þá fulltrúa sem samþykkja að staðfesta húsnæðisáætlun Borgarbyggðar 2025 að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 6. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Hamarsland Hótel umsókn deiliskipulag með málsnúmeru 2412-163. Það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 73. Þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi óverulega breyting á deiliskipulagi hótellóð Gólvöllurum við Borgarnes frá árinu 2005. Með síðari breytingum. Breytingartillagan sett fram í greinargerð og uppdrætti dagsettum 19.12.2024. Málsmeðferð verður í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar og 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi óverulega breyting á deiliskipulagi hótellóð Gólvöllurum við Borgarnes frá árinu 2005 með síðari breytingum. Breytingartillagan sett fram í greinargerð og uppdrætti dagsettum 19.12.2024. Málsmeðferð verður í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar og 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Galtarholt 3 umsókn deiliskipulag með málsnúmeru 2412-184 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 73. Þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og byggingarnefnd telur skilmála í greinargerð í samræmi við lög og reglugerðir en telur að svæðið sem nú þegar byggt sé ekki í samræmi við þá skilmála. Nefndin telur að ekki sé hægt að samþykkja deiliskipulag sem ekki í samræmi við núverandi ástand svæðis. Til að tryggja öryggi nauðsynlegt að setja fram áætlun hvernig skal staðið að því að koma svæðinu í það ástand sem sett fram í skilmálum og setja tímamörk á þá áætlun áður en tillagan tekin fyrir til afgreiðslu. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að framlögð tillaga verði ekki afgreidd fyrr en úrbætur í samræmi við deiliskipulagstillöguna hafa átt sér stað. Og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn tekur undir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar að tillaga að deiliskipulagi verði ekki afgreidd fyrr en úrbætur í samræmi við deiliskipulagstillöguna hafa átt sér stað. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að 8. dagskrárlið sem ber heitið umsókn byggingaráform og byggingarleyfi Mávaklettur 10 með málsnúmeru 24.07.099 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 73. Þar segir í bókun: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila byggingarfulltrúa að taka til afgreiðslu byggingaráform þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkominni athugasemd og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust. Ekki vera með óþekkt hérna. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn heimilar byggingarfulltrúa að taka til afgreiðslu byggingaráform þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsfulltrúa falið að svara framkominni athugasemd. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið sem ber heitið deiliskipulag íbúðabyggðar á Varmalandi, breyting á deiliskipulagi með málsnúmeru 22.03.146 og það afgreiðsla frá sama fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 73. Þar segir í bókun: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða tillögu að breyting á deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 6.2.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða tillögu að breyting á deiliskipulagi til auglýsinga. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 6.2.2025 og málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 10 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 73 og við erum hér að taka fyrir vegna óskýra valdaframsalsheimildar mál aftur og það Jarðlagsstaðaland, Langárbyrgi, landsnúmeru 177317, nýtt deiliskipulag með málsnúmeru 24.02.234 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingar nr. 73. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja tillögu að deiliskipulagi Langárbyrgis í landi Jarðlangsstaða samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 sem auglýst hefur verið samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að afla fullnægjandi gagna og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið að fá orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur, bara til að hafa það á hreinu að þá kom upp svo staða að það var ákveðin óvissa heimild, fullnaðarafgreiðslu heimild skipulagsnefndar til þess að á sínum tíma setja þetta mál í auglýsingaferli og þar af leiðandi bara til að eftir að hafa ráðfært okkur við málsaðila þá var ákveðið að endurtaka ferlið og auglýsa skipulagið að nýju og það það sem liggur fyrir hér í dag. Takk. Takk fyrir að fara betur yfir það, Davíð, og forseti gefur, það ennþá orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Jarðlangsstaðaland, Langárbyrgi. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að 11. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Borgarbraut 47. Fyrirspurn skipulagsmál með málsnúmeru 24.06.009 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 73. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja að grenndarkynnt verði áætluð uppbygging og breytt nýting lóðar. Skipulagsfulltrúa jafnframt falið að hefja vinnu við deiliskipulag á svæðinu. Málsmeðferð verður samkvæmt 44. grein skipulagslaga
númer 123 frá 2010 og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti kannski bara bendir á svona til upplýsinga. Hér að ræða lóðina sem að kallast stundum Grísatunga, ekki rétt með henni hjá mér? Já. En orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, við biðjum orðið, gjörðu svo vel Sigurður. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil bara fagna þessum hugmyndum þeirra sem eru með lóðina og bara hvetja þau áfram til þess að keyra þetta af stað. Þetta eru falleg hús og mun bara gera þetta svæði mun fallegra mínu mati. Takk. Já, ég tek undir það. Þetta er ég held þetta eftir að koma vel út. Hér að ræða 3 hús svona í svona gömlum stíl sem að held ég eftir að koma vel út í götumyndinni þarna. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að Grendagerð verði áætluð uppbygging og breytt nýting lóðar Borgarbraut 47, landnúmer 135492 í Borgarnesi. Skipulagsfulltrúa sé jafnframt falið að hefja vinnu við deiliskipulag á svæðinu. Málsmeðferð verður samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. lið og það er í rauninni sama ástæða fyrir því að við tökum þetta aftur inn til afgreiðslu. Það er óvissa varðandi óskýrar valdaframsalsheimildir. Málsnúmer númer 12, það er Sigmundarstaðir, Mælimastur og Grjóthálsi, umsókn deiliskipulag, landnúmer 1347 48 og málsnúmer 2402 195 og það er afgreiðsla frá hendi skipulags- og byggingarnefndar númer 73. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að afla fullnægjandi gagna og leggja máli fyrir sveitarstjórn. Þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Davíð. Takk fyrir það, forseti. Sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla bara eins og áðan að árétta það að þetta er vegna óvissu sem kom upp þær framsalsheimildir sem talið var að skipulags- og byggingarnefnd hefði og þar af leiðandi var sveitarstjórn sjálf aldrei búin að staðfesta það að þetta deiliskipulag færi í auglýsingu á sínum tíma og því var ákveðið að endurtaka leikinn og tekur þá nú við hefðbundið auglýsingaferli að nýju og rétt að benda á það að þar er bara öllum aðilum frjálst að senda inn athugasemdir og ábendingar ef þeir telja þörf á því. En ég get líka látið það koma fram hér að þær ábendingar sem nú þegar hafa borist munu áfram vera undir málinu og liggja undir málinu við endanlega afgreiðslu. Takk. Takk fyrir að útskýra þetta betur, Davíð Sigurðsson. Orðið er ennþá laust dagskrárlið 12. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Mælimastur og Grjóthálsi. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Einhver sem kann að vera á móti, einn sem er á móti og 2 sem sitja hjá. Einn, 2, 3, 4, 5. Telma var á móti og Bjarni var með líka og Sigrún og Eðvar sátu hjá. Þá erum við komin að 13. dagskrárlið sem ber heitið í Langjökull Norðvestur lóðastofnun með málsnúmeru 25.02.069 og það er lögð fram umsókn stofnun fasteignar þjóðlendu ásamt Landsbyldublaði samanber 14. grein laga skráningu, merki og mat fasteigna númer 6 frá 2001 með síðari breytingum. Beiðni forsætisráðuneytisins stofnun verður þjóðlenda samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar í máli númer 4 frá 2010, dagsett 11. október 2016.
Að ræða svæðið Langjökull norðvestur sem þjóðlenda, sá hluti sem innan marka Borgarbyggðar. Samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar í máli númer 4 frá 2014 dagsett 11.10.2016 hana fer eftir ákvæðum laga þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afréttar númer 58 frá 1998 með síðari breytingum. Landeigandi íslenska ríkið, samkvæmt 2. grein laga númer 58 frá 1998. Afmörkun þjóðlendunar sýnd á meðfylgjandi landsbyldublaði dagsett 21.11.2024. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun þjóðlendunar samkvæmt fyrirliggjandi umsókn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að 14. dagskrárlið hér í dag sem jafnframt síðasti afgreiðsluliðurinn hjá okkur og það sá liður ber heiti reglur á fjölskyldusviði með málsnúmeri 2405/290 og þar eru lagðar fram uppfærðar reglur sérstakan húsnæðisstuðning og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir reglur sérstakan húsnæðisstuðning með áorðnum breytingum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið sem fundargerð byggðar á Borgarbyggðar frá fundi númer 695 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. 16. liður á dagskrá fundargerð frá fundi byggðar á Borgarbyggðar númer 696 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. 17. dagskrárliður fundargerð frá fundi byggðar á Borgarbyggðar númer 697 og forseti gefur orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð. Þá ætlar forseti að biðja varaforseta að taka við fundarstjórn. Við erum á lið númer 18 og það fundargerð velferðarnefndar og ég vil biðja formann velferðarnefndar að koma og fara yfir hana. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Það sem sagt stuttur fundur eða hvað öllu heldur stutt dagskrá sem velferðarnefnd var með á síðasta fundi. Fyrsti dagskrárliður var trúnaðarbók og sjálfsögðu ekki fjalla frekar hana hér. Annar dagskrárliður þá fórum við yfir stöðuna á Janus heilsueflingarverkefninu og það óhætt að segja að það verkefni hafi bara gengið gríðarlega vel hér í Borgarbyggð. Virðist vera mikil ánægja með það, skipulag og utanumhald eins best og verður á kosið og notendum eða sem sagt iðkendum hefur fjölgað. Og ég held að þetta sé bara eitt af þeim verkefnum sem við getum öll verið ánægð með og vonandi jafn ánægð og notendurnir með það. Ég held að þetta sé bara verkefni hafi skilað mjög góðu og bæði heilsufarslega og ekki síst félagslega fyrir þann hóp sem það stundar. Þriðji dagskrárliður þá fórum við yfir skipan í notendaráð og samráðshóp í málefnum fatlaðs fólks en sveitarfélagið hefur skipað fulltrúa en við höfum í rauninni það hefur vantað að fá fulltrúa sem skipaðar af svona hagsmunasamtökum eins og Þroskahjálp og Öryrkjabandalaginu og það hefur verið ákveðið að auglýsa inn í þennan hóp. En fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk fyrir.
að ég gef orði laust. Er einhver sem vill kveðja sig hljóðs? Svo er ekki og þá telst þessi fundargerð framlögð og ég vil biðja forseta að taka aftur við fundarstjórn. Takk fyrir það, Eva Margrét Jónadóttir, og við erum þá komin að 19. lið hér í dag og það er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi númer 73. Við höfum nú þegar fjallað ýmis mál sem að koma fram í þessari fundargerð. Ég ætla að biðja formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég held við séum nú búin að fara hér fyrir á þessum fundi yfir nánast alla liði þessara fundargerðar. En ég ætla að stökkva snöggt niður í lið sem ég rak augun í að við tókum fyrir hér sem var ekki til afgreiðslu í sveitarstjórn og það er Lundur 3 umsókn framkvæmdaleyfi og það var umsókn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt í landi Lunda 3 og það var lagt til umræðu. Svæðið er í hlíð Lundarháls sem snýr á móti suðvestri og afmarkast að sunnan að þjóðvegi og austan að girðingu og lóð frá landamerkjum Lundar 3 og Lundar 1. Landið liggur upp undir brúnni Lundarháls í norðri. Í vestri afmarkast svæðið að landamerkjum Arnþórsholt og Lundar 3 ásamt fjallsgirðingu. Og fyrirhugað er að planta 350.000 plöntum í 140 hektara landbúnaðarsvæði sem er nær allt í flokki 4, það er lélegt ræktunarland. Eiginleg ræktunaráætlun fyrir svæðið er ekki unnin fyrr en öll tilskilin leyfi fyrir skógrækt eru fengin og þær tegundir sem mest áhersla verður lögð á eru birki, stafafura, sitkagreini, ösp og elri. Almennt er miðað við 2500 plöntur á hektara þéttleika ný gróðursett. Gera má ráð fyrir að gróðursetning taki 5 ár og verði lokið árið 2030 eða 2031 eftir því hvenær gróðursetning hefst. Til að auðvelda vinnu við gróðursetning og gera svæðið aðgengilegra er nauðsynlegt að útbúa slóða sem hægt er að keyra á traktorum eða vel útbúnum jeppa yfir sumartíma. Nefndin tók jákvætt í erindið og vísaði til afgreiðslu hjá skipulagsfulltrúa en einnig óskaði nefndin eftir því að skipulagsfulltrúi aflaði gagna frá umsækjanda samkvæmt umræðum á fundi. En í vinnslutillögu endurskoðunar aðalskipulags Borgarbyggðar er farið fram á að svæði sem þessi séu skilgreind sem skógræktar- og landgræðslusvæði, þar að segja ekki sem landbúnaðarland. Fer nefndin fram á að slíkt sé gert fyrir þetta svæði jafnframt. Önnur mál erum við búin að afgreiða hér en svo voru lagðar fyrir 2 fundargerðir afgreiðslufunda skipulagsfulltrúa og 1 fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Forseti gefur orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar númer 73 og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð. Þá erum við komin að lið númer 20 sem er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 74 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Sigrún Ólafsdóttir að fara hér yfir fundargerð. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að renna hér yfir þessa stuttu fundargerð sem var haldið til haga eftir síðasta umhverfis- og landbúnaðarnefndarfund en þar var fyrst á dagskrá snjómokstur í dreifbýli útboð og þar héldum við áfram að vinna að útboðsgögnum sem að starfsmönnum var falið að vinna áfram fram að næsta fundi sem að við vonandi getum staðfest þau og sendu út í kjölfarið á því. Allavega miðar þeirri vinnu vel. Annar liður á dagskrá var liður varðar snjómokstursreglur í dreifbýli og þar var hafður sami háttur á. Við tókum snúning á því inn í nefndinni og starfsmanni falið að klára vinnu við þær reglur fyrir næsta fund sem að þær yrðu síðan staðfestar á. Þriðji liður var samningur við refa og minkaveiðimenn en við höfum unnið að því núna undanfarnar vikur að
ganga til samninga við okkar skyttur sem að hafa starfa hjá sveitarfélaginu og það var svona verið að fara yfir þessa samninga og aðeins vonandi beturumbæta og er sú vinna í fullum gangi núna og stefnt að því að samningar og samtalið í framhald af þessari samningagerð að það verði frá fyrir næsta fund og þá munum við leggja þá fram á næsta fundi og vonandi staðfesta. Fleira var ekki gert á þessum fundi, þannig að þetta er bara stutt og laggott í dag. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Og forseti gefur orðið laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar fundi nr. 74 og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð. Þá erum við komin að síðasta dagskrárlið hér í dag sem er fundargerð frá fræðslunefnd Borgarbyggðar frá fundi nr. 240 og ég vil biðja formann nefndarinnar Eðvar Ólaf Traustason að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Eðvar. Takk fyrir það, forseti, ágæta sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Ég er hér til að fara yfir 240. fund fræðslunefndar sem haldin var í síðastliðinni viku í skítaveðri. Þannig að fyrsta sinn allan frá því ég tók við vorum við bara á Teams. Fyrir fundinu lágu 7 mál og fyrsta mál á dagskrá var staða framkvæmda við skólabyggingar og uppgerð í grunnskólanum í Borgarnesi og grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Það er komin eilítið seinkun á bæði þessi verk og það var svo sem aðalega farið yfir stöðuna í grunnskólanum í Borgarnesi á þessum fundi. Það var verið að einblína á það og eins og staðan er núna þá gerum við ráð fyrir að það verður hægt að opna þar inn í mögulega annarri viku í apríl. Það eru bæði gluggar og einnig húsgögn sem tefja verkið en það sér þó allavega fyrir endan á þessu. Og núna, ef ég skildi rétt, er búið að opna á milli bygginga þannig að það er hægt orðið að nota þessa byggingu til þess að ferðast innan skóla í staðinn fyrir að þurfa alltaf að labba út til að koma sér inn í þær stofur sem er í notkun. Mál nr. 2 er bara árlegt, þetta er úthlutun úr námsgagnasjóði. Borgarbyggð er að fá eitthvað 860.000 krónur minnum á ári til úthlutunar og breytist ekki neitt á milli ára. Mál nr. 3, mennta- og barnamálaráðuneytið sendi okkur erindi varðandi sundkennslu. Það virðist vera að gera svona hringinn í kringum landið að það eru veittar undanþágur á þessu og eins og við kannski öll vitum hér þá er náttúrulega sundskylda í grunnskólum. En svo þegar börn og unglingar komast á erfiðan aldur þá er oft erfitt að fá þau ofan í laugarnar og það var í raun og veru bara að koma þarna dreifibréf frá menntamálaráðuneytinu það að það yrði náttúrulega að sinna þessari skyldu sem að sannarlega er til staðar og bara verið að ýta í skólan að uppfylla aðalnámskrá. Mál nr. 4, það er UMSB samstarfssamningurinn. Þetta var svo sem lagt bara fram til kynningar og íþrótta- og tómstundafulltrúi mætti til fundarins og fór svona yfir þennan fyrsta fund sem að haldinn hefur verið á milli Borgarbyggðar og UMSB og það var bara mjög gott hljóðið í báðum aðilum og það var greinilegt að þetta var klárlega samtal sem báðir aðilar voru tilbúnir að hefja og það voru svona lögð fyrstu drög að framhaldinu. Það eru verið að haldnir þarna einnig 6 fundir héraðið þar sem er bara verið að sækja upplýsingar og annað og svo komu þarna hugmyndir að ráða þá einhvern verkefnastjóra í þetta tímabundið til þess að síðan klára þetta í framhaldinu. Mál nr. 5, það er ályktun FÍÆT sem er félag íþrótta- og æskulis fulltrúa á landinu. Þetta varðar áfengissölu á íþróttaviðburðum sem virðist vera að aukast svona, sérstaklega í kringum úrslitakeppnir og annað. Þetta er náttúrulega bara orðin stór öflun fyrir ákveðin félög og við getum allavega verið stolt af því að þetta hefur aldrei verið leyft í okkar húsum og
og svo verður áfram og allir sammála það að þetta eigi ekki heima í okkar íþróttamannvirkjum. Sérstaklega það sem börn eru náttúrulega viðstödd. Síðan kom Sigga Dóra og fór yfir frístund í Borgarbyggð og það þá aðalega varðandi sumarfjör og annað. Þær eru bara í þessari vinnu núna og munu skila inn væntanlega lokatillögum á næsta fund fræðslunefndar. Þetta fólst aðallega í því að það hefur verið rosalegt brottfall af börnum og unglingum í sumarstarfið í seinni hluta júlí sérstaklega og þar sem við höfum verið að kalla til fólk inn í tímabundin störf til að sinna þessu, þá kom svona upp svo hugmynd hvort að væri þá hægt að sameina þetta með tómstundafulltrúum og annað innan skólana og þeir fengju þá bara sitt frí þarna í júlí þegar þetta dettukortið svo mikið niður að það jafnvel kannski 1 eða 2 einstaklingar í þessu sumarfjörið þannig í 2 vikur og það einhvern veginn held ég að segja sér sjálf að það ekki til þess að vera að halda úti metnaðarfullu starfi og með fólk á fullu launum þegar þetta er ástundunin. En við bíðum bara eftir útfærslum á þessu á næsta fundi og að lokum var farið yfir starfsemi mötuneyta á Vesturlandi. Held nú að kveikjana þessu hafa nú mögulega verið kveiksþáttur sem var í sjónvarpinu þar sem var farið yfir ákveðið þarna matarætunar smitt á höfuðborgarsvæðinu og ég fagna þessar umræðu og fræðslunefnd að nú samtala milli sveitarfélaga á Vesturlandi það að fara bara yfir þessi mál í mötuneytum, öryggismál og búa til einhverja staðla og þetta verði þá bara jafnvel hluti af símenntun starfsfólk, sérstaklega á haustin þar sem eru undirbúningstímar áður en skólastarf hefst. Og þetta eins og ég segi, þetta held ég bara nánast öll sveitarfélög á Vesturlandi eru tilbúin í þetta samtal og svo bara spurning hvort að þetta verði þá undir símennt eða hvaða farveg þetta finnur og náttúrulega Heilbrigðisstofnun Vesturlands líka þarna með í för, þannig að við fögnum þessu og tókum það fram í bókun að okkur litist vel á þessar hugmyndir. Annað var ekki gert á þessu fundi og fundi slitið og eins og vanlega þá svara ég spurningum ef ykkur eru. Takk fyrir þessa greinargóðu yfirferð og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst fundagerðin framlögð. Þá dagskrá tæmd hér hjá okkur í dag, kæra sveitarstjórn. Ég þakka ykkur fyrir góðar umræður og þakka starfsmönnum fyrir undirbúning og ritun fundar og tæknimanninum okkar Eirík fyrir sitt hlutverk sem mjög mikilvægt og segi þessum fundi slitið.